Velkomin að Rauða í kvöld ætlum við að ræða pólitík og hagsmunabaráttu ungs fólks við ungt fólk og hingað komið góður hópur af fólki sem að tengi svona hinum og þessum stjórnmálaflokkum og samtökum. Hérna Huginn Þór Jóhannsson, hann ungur pírati, Bjarki Þór Grönfeldt, hann VG-ari, eins og sagt Ólafur Kjartan Árnason, hann samfylkingarmaður, Kristbjörg Eva Andersen Ramos, hún ungur sósíalisti og hérna líka Gundeka Jónlínina sem formaður ung ASÍ. Það stóð til að hérna var líka fulltrúi Rösku sem svona öflug hagsmunasamtök og kannski pólitísk samtök ungs fólks, svipað og kannski ung ASÍ, en því miður forfallaðist fulltrúi þeirra á síðustu stundu. Þetta ekki fulltrúar þessara flokka, ég hafði bara samband við þetta fólk af því að sumt þekkti ég og annað var mér sagt að væri hérna klárt og skemmtilegt fólk til þess að spjalla hérna við borðið, þannig að ekki takið þannig að þetta séu fulltrúar sinna stjórnmálasamtaka, ekki nema þau bara vilji vera þar. En ég verð samt að byrja á því að þessi þáttur búin að vera svona lengi á leiðinni, langt síðan ég hafði samband við fólk og svo í millitíðinni að þá var fundur hjá ungu samfylkingarfólki sem að samþykkti eitthvað í þá veruna að það væri komin tími til þess að bara með svona vondum skilningi máttu eiginlega skilja þannig að þetta bara að sameina ungliðarhreyfingar alls konar stjórnmálaflokka og búa til eitthvað svona nýtt afl eða allavega nýjan umræðuvettvang eins og að hinn sundurtættu stjórnmál væru óhæf eða þarfnust lækninga. Þetta kolrangur inngangur hjá mér, Ólafur Kjartan. Varst þú á þessum fundi? Já, ég var á landsþingi ungra jafnaðarmanna helgina og kannski ekki kolrangur inngangur, en þetta var mjög skemmtileg ályktun sem var samþykkt. Hún var stutt og skorin öll, eins og það eiga helst að vera, og fyrri málsgrein, þetta var tvær málsgreinar, sko. Fyrri málsgrein lýsir því að landsþing ungra jafnaðarmanna ályktaði að aukin samstaða og samvinna stjórnmálaflokkar frá miðju til vinstri sé lykillinn að bættum kjörum almennings á Íslandi og róttækum aðgerðum í loftslagsmálum. Punktur. Svo kom hérna önnur málsgrein og í henni þá felur landsþing framkvæmdastjórn ungra jafnaðarmanna á þessu starfsári sem að fara í hönd að kanna hljómgrunn fyrir slíku samstarfi meðal annarra ungliðahreyfinga frá miðju til vinstri. Þannig að það kannski ekki rétt að þannig sé boðið einhver allsherjar sameining endilega, en stjórnmál snúast náttúrulega samstarf og árangur, samstarf til þess að ná árangri. Sögulega þá náttúrulega því að samfylkingin sömuleyti til orðin út úr svona hugmyndum, það eiginlega Rösku kynslóðin sem var svona mótorun á bakvið sameiningu Alþýðuflokks, Alþýðubandalags, Kvennalista og Þjóðvaka undir lok síðustu aldar. Þannig að sögulega Gunnar, það var draumur jafnaðarmanna alla 20. öldina að sameinast í sterkum stjórnmálaflokki sem berðist fyrir hagsmunum launafólks og fyrir jafnaðarstefnu, og það tókst loksins árið 2000, gekk vel eitthvert skeið, en kannski kominn tími til að okkar mati allavega að reyna að gera aðra allavega að því, hvort sem það endaði með sameiningu eða bara samstarfi eða kosningabandalagi eða hvað það og það þú nefnir þetta í samhengi við Rösku, ég meina þar sjáum við sterkt afl, samtök félagshyggju sem bara vinna núna ár eftir ár í stúdentaráðinu og það var svolítið svona, það var Röskva, Reykjavíkurlistinn á undan samfylkingunni sem sýndu svolítið bara hvaða árangur hægt að ná með því að kannski fella svolítið múrana og vera ekki einhver svona skipta sér niður í litla flokka sem eru margir smákóngar, heldur bara koma saman á breiðum grunni og vinna í breiðfylkingu. Hvert tilefnið á baku þetta? Það að fólk vill vera bara til einhverju stærra og flottara partíi, vera svona meira poweri í því sem eða þetta taktísk leikur sem að þá líklega svara einhver leyti við það að vinstrið klofið í stjórn og stjórnarandstöðu í dag. VG í félagi með Valhöll og Bændahöllinni. Já, ég held að þetta sé viðbragð við því að við ungir jafnaðarmenn erum ekki ánægðir með árangurinn í stjórnmálunum á landsvísu og þá ég ekki að tala bara þröngt séð einhvern árangur samfylkingarinnar, heldur bara árangur jafnaðarfólks. Núna liðin 10 ár þar sem við erum bara meira og minna búin að vera með Sigmund og Bjarna að ráða ferðinni í
í stóru línunum sem eru markaðar í fjármálaráðuneytinu, þó að VG sé í ríkisstjórninni, þá meiri hluti ríkisstjórnarinnar eru þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og stjórnarstefnan eftir því. Þannig að þetta og svo svona síðustu 10 árin eða svo, þá Samfylkingin ekki staðið undir nafni sem þetta stóra sameinandi afl á vinstri vagnum. Þannig að við teljum bara að það sé kominn tíma því að gera aðra atlögu og og eins og ég segi, þarf eitthvað að vera sameining, en við þurfum eitthvað að endurskoða baráttuaðferðirnar á vinstri vagnum, held ég. Bjarki, þetta beinir svolítið að ykkur í VG. Ef þið segja nei, við nennum þessu ekki, þá náttúrulega til einskis lagt að stað eiginlega. Hvað segir þið? Nennið þessu? Sko, ég náttúrulega bara að fagna öllum góðum hugmyndum hvernig við getum gert samfélagið betra og fallegra, og mér finnst bara sjálfur sér mjög fínt að fá þessa umræðu, en ég verð að segja, ég skildi ekki alveg, sérstaklega þegar það komið inn á að Viðreisn ætti að vera með inn í þessu byggs. Ég fæði ekki alveg sér hversu mikið við allan að VG á til með sameiginlegt með Viðreisn. En sko... Þið eru í meiri hluta í borginni með Viðreisn, VG? Já, við erum vissulega að vinna með þeim, en ef við erum að tala sameiningu sem einhvers konar náið samstarf, þá fæði það sem ekki alveg séð. En sko, vinstrimenn, við getum náttúrulega unnið saman þó við séum í fleiri en einum flokki, og flokkarnir sem eru til frá miðju til vinstri, við erum að vinna saman í sveitarstjórnum all land og hafa unnið saman þétt saman í stjórnarandstöðu þegar flokkarnir voru sömu við borðið. Og ég meina, við Íslendingar við erum það heppin að við búum í fjölflokkakerfi sem bæði dýnamískt og hreyfanlegt, og það það bara hægt að stokka upp þegar það mörgum finnst það vera orðið tímabært. En ef það færist raunverulegur þungi þessa hugmynd, þá held ég að mun ekki standa á VG að skoða málum með opnum hug. En þó að mér finnst þú kannski persónulega að vinstri flokkarnir að einbeita sér af því að styrkja sína stoðir og efla grassrútun og efla félögin út all land og fá fólk til þátttöku og kannski frekar neyða orkun í það sem að endtaka leikinn frá því fyrir 20 árum síðan. En samt að því sögðu þá finnst mér sko þeim mikilvægar að það færi fram samstarf milli vinstri flokkana á þingi og aðila eins og ASÍ, ASÍ-ung og Rösku og fleiri samtaka, því pólitík ekki bara þingsalurinn, því að pólitík náttúrulega bara lífið sjálft, og þá spurning hvernig slíkt samtal getur farið fram, og ég ger ráð fyrir að við séum bara hér komin í kvöld til að finna lausnin á því. Og þú segir eitthvað svona, ef þetta fer eitthvað sko, ef þetta verður eitthvað, hvað á Ólafur að punta hjá sig núna? Hvað þarf þetta að verða til þess að þú fáir áhuga? Hvað þarf að gerast? Já, sko, það spurning hvort að verði stofnar þá einhver formlegu vettvangur. Ég meina nú, hvað ungir jafnaðarmenn sögðu, þeir ætluðu að framkvæmstu þeir ætluðu að senda erindi til annar unglingahreyfinga, og ég ekki í stjórn Ungra Vinstri grænna, þannig að þau verða bara að taka því þegar það bréf kemur. En ég meina þetta náttúrulega stór hugmynd og góð hugmynd að því leytinu til að við viljum náttúrulega fá fram meira samstarf og meira vægi félagshyggju. Þannig að ég held bara nú bara stíga ungir jafnaðarmenn þessi fyrstu skref, og við hinn bara tökum þátt í samtali, held ég sko. Hvað segir þú, Huginn? Nú eru svona, ég meina líklega, mér finnst það eiginlega skemmst á milli sko Pírata og Samfylkingarinnar. Það náttúrulega móðgast allir við þegar maður segir eitthvað svona, þeir reynir að meta það hvernig aðrir hafa það sko. En hvernig slær þetta ykkur? Aukið samstarfið Samfylkinguna og aðra flokka? Eða það mikilvægt atriði að Píratar séu bara þessi sjálfstæða rödd inn í einstaklega stjórnmálum, og það myndi allt eyðileggjast ef að þið færið að starfa með öðrum? Ég myndi nú alls ekki segja það. Hvað varðar einhvers konar samruna get ég í raun ekki tjáð fyrir hönd flokksins hvernig það væri, en ég hugsa allan að mín skoðun væri sennilega nei. Samt sem að ég segja það, ég hef algjört blæti fyrir samstarfi sko. Mér finnst alltaf gaman að sjá það sem að hægt að vinna saman, að maður skuli vinna saman að því. Ef það eitthvað sem við erum sammála að þá sjálfsögum við að vinna saman í því. Og já, svo sem það oft sem að við erum sammála Samfylkingunni. Það er ekki óalgengt, en það líka sumálitni þar sem að okkur finnst betra að vera ein. Og það Má ég spyrja, í hvaða málum finnst þér að það væri ólíklegast að þú getur dregið sko Ólaf Kjartan til þín?
Já, nú veit ég ekki hver skoðun hans Ólafs Kjarans sjálfs eru. Ég veit ekki, hvað með tökum bara... Já, svo sem eitt sem að hefur oft stuðað mig kannski, að einhverju leyti, ekki eitthvað alvarlega, með Samfylkinguna, er sem sagt að þessi ekki opið, sem sagt, hvað eftir orðið, afsakið, opið... Það má sletta. Já, ég man ekki heldur ensku orðið, ég útskýri bara hvað ég að tala kostningarnar inn í framboðslistana. Prófkjörið. Þetta nefnd, ekki bara opna kostningu. Það eitt sem að, ef ég ætti að fara eitthvað tíma í eitthvað svona, meira svona náið strúktúrað samstarf. Ólafur hlýtur að geta, Ólafur, þú sagði ekki þetta bara strax, ég held að það hefur nú bara verið alþýðuflokkurinn sem fann upp prófkjör á Íslandi, þannig að þið hljótið að samþykkja þetta bara í hvelli. Já, það nú ekki alltaf þannig að það sé einhver upptilnefnd hjá Samfylkingunni, reyndar. Nú verið að fara í prófkjör í Reykjavík, velja fulltrúa á lista þar eftir viku eða 2 og sama í Hafnarfirði, þannig að það er svona allur gangur á því, en já, mér heyrist, ég held til dæmis að ég var mjög spenntur fyrir að taka þetta samtal við Pírata og ég held að það sé mikil samleið þar og af því þú sagðir sko að fólk móðgist þegar þú segir að þessi flokkar séu líkir, ég móðgast ekki sko. Ég held ekki að ég. Það er einhverju menn sem, alltaf þegar ég skrifa eitthvað á Facebook, þá kom alltaf einhverju menn sem bara alltaf móðgæði, sko. Móðgast er öllu sem ég segi, sko. Ég held að þessi hugafæri sem við erum að setja okkur upp á móti núna, sko. Við viljum þú veist, þegar þetta hafa verið náttúrulega bandamenn okkur í pólitík, þá sé ég enga ákveðlis að móðgast og allavega málefnaleg samleið held ég á milli ungra jafnaðarmanna og ungra Pírata bara mjög mikil. Þannig að það verður skemmtilegt að taka það samtal. Og svo þetta Gunnþegi ekki ennþá búin að fá orðið, en við höfum náttúrulega átt samstarfi við unga ASÍ og viljum efla það enn frekar. Ef ég mætti ráða, sko, þá myndi ungir jafnaðarmenn og ASÍ ung sameinast, bara eins og var þegar Alþýðuflokkurinn og Alþýðusambandið var eitt og sama fyrirbæri. Þetta var gert hjá þér, en ég ætlum að áður en töluðu við Gunnþegu, þá ætla ég að tala við Kristbjörgu Evu sem er sósíalisti. Sósíalistaflokkurinn var stofnaður vegna þess að stofnanavinstri var handónýtt og komið langt til hægri eftir Blairist árin og hafa síðan bara meira og minna verið í samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn og Viðreisn í meirihlutanum. Hvað geta sósíalistar átt samtal og samstarf með þessu fólki við borðið? Nei, nú heyri ég ekki, Kristbjörg. Gleymdi hann mjúta. Það er náttúrulega vissilega mjög mikilvægt að geta tekið þetta stóra samtal, sko. En ég er náttúrulega bara að heyra að þessu fyrst núna, þessi bandalagi ungra frá miðjunni og til vinstri og satt að segja finnst mér að það ætti frekar að fara frekar varlega í þessa umræðu vegna þess að það sem Samfylkingin sendur kannski fyrir alls ekki úr sama og aðri hinir flokkarnir standa fyrir og mér finnst eins og þegar svona vinstri kemur að sameina þá gleymir það svolítið svona þessum grunngildum sem aðri flokkar stefna virkilega á. Eins og ef ég myndi ímynda mér núna að ungi sósíalisti myndi vinna með ungu jafnaðarmönnum, ég held að það myndi svolítið vera erfitt fyrir þau sem eru lægri sett í samfélaginu einhvern veginn að geta horft á sig frá þeim, að þau sé einhvern veginn svona að standa fyrir þessum hópum. Að því persónlega þá er náttúrulega bara mín persónlega skoðun að Samfylkingin er svona, pínu svona miðjan sjálf, hvort þau er. Við erum alls ekki þar, við erum alls ekki í miðjunni, við erum alveg mjög róttæk. Og það er bara sannleikur og ég veit ekki hvernig þetta á eftir að ganga en þetta er rosalega jákvæð og ótrúlega flott hugmynd. Og við vitum ekki heldur hvað, við megum tala hvað sem bara einhvern svona verkefni sem að hóparnir getur unnið saman að eða búið til sameiginlega vettvang, búið kannski til svona rautt borð þar sem að fólk getur komið og rætt ýmis mál með einhverjum hætti. Yfir í það að vera eitthvað sem að gæti orðið kosningabandalag eða rauð blokk eða eitthvað. Ef ég skil Samfylkinguna rétt, þá eiginlega bara verið að kanna það ekki einhvers staðar á þessu svigrúmi sem við gætum hist.
Jú, við erum bara misrauð held ég líka, ef ég á að segja satt. Það bara, við megum ekki gleyma bara hvað hver stendur fyrir. Og við erum að representa ákveðin hópa í samfélaginu og við þurfum að vera í tengingu við þau. Við getum ekki bara blandað öllum í einn hóp. Það bara ekki rétt. Nei. Og þegar þú nefnir þessi samningadraumurinn sem að Ólafur vísaði til, sem R-listinn og Röskva og Samfylkingin alltaf sótt inn að miðju. Það einkenni þessar sameiningar ekki róttæknivæðing, alls ekki. En Gúndeka, hérna ASÍ, Ólafur bendir náttúrulega á því einu sinni var þetta sami hluturinn, Alþýðuflokkurinn og Alþýðusambandið, en það nú aðeins langt síðan að það var. Skiptir að máli fyrir ASÍ, veikir það ASÍ þegar vinstrið sundrað? Já, fyrir okkur náttúrulega svona samstarf og samtal við stjórnmálaflokkuna gríðarlega mikilvæg og ég tel kannski ekki þetta vera einhvers konar að vera að veikja þegar fólk er að spá í að taka meira samtal og kannski að vinna að einhverjum verkefnum saman. Ég fagna því bara. Ég var að meina öfugt, veikir það ASÍ hvað vinstrið sundrað á Íslandi? Væri það betra fyrir ASÍ að hafa sameinaðra og vinstri sem væri meira samtaka? Já, þú meina það. Já, ég nokkuð viss það. Að mínum persónulega. Það er óskalistanum hjá ykkur að vinstri reynir svona eitthvað aðeins að koma sér saman og verða kannski betri í því að taka upp stefnu ASÍ og berjast fyrir henni, til dæmis á þingi eða í borgarstjórn. Algjörlega. En þegar ég horfi á þetta, að það að búa til einhvern vettvang sem að fólk geti hist. Eitt að Samfylkingi fari og tali við Pírata og það getur verið flókið, það er eins og gangi í Evrópusambandið eða fundur hjá Sameinuðu þjóðunum. En ein leiði var náttúrulega að ASÍ myndi búa til hennar vettvang og kalla til Samfylkinguna, Pírata, VG og sósíalista. Já, þið eru svona hlutlaust svæði. Já, en pólitíkin náttúrulega skiptir alveg gríðarlega máli fyrir okkur í ASÍ. Við vinnum náttúrulega líka bara, með sama hagsmuni í huga, og fyrir bætum kjörum launafólks og ég myndi vilja og myndi fagna meira samvinnu og samstarf við bæði Samfylkinguna og Pírata og ég trúi því að þótt þessi flokkar kannski standa ekki fyrir sömu einhvern svona gildum og svona þá er alveg hægt að vinna saman og koma sterka að einhverjum ákveðnum málum. Ok. Hugi, má ég spyrja þig núna, ef við værum að segja þetta þarft, þessi hugmynd hjá Samfylkingarfólkinu. Hvað svona umræðu vettvangur? Gætu ungliðarnir unni af því að eiga bara samtal, staðið fyrir fundum eða búið til einhvers konar umræðu vettvang? Ég segi ekki kannski fjölmiðl eða er það eitthvað svona svæði þar sem að væri hægt að menn getur fyrir að vinna saman á einhverjum stað sem er nýr og tilheyrir ekki einhverjum öðrum, þar sem að menn getur lært af því að treysta og vinna saman? Já, maður getur reynt að finna einhverja óháða staði fyrir samkomu, bara eitthvað stað, en ég hugsa ég sjálfur miklu hrifnari af ef við værum að fara í eitthvað svona og við myndum þurfa að finna staða til að vera að vinna saman, þá þetta gert í röð af fundum og þið helst að mínum að allan persónulega heima hjá öllum sem taka þátt. Að það væri þá boðið allan að þeir sem að myndi vilja taka þátt í og gætu boðið upp á að vera á höfuðstofum hvers og eins aðila. Ertu þá að tala að það væri þeir sem að starfa inn í mismunandi ungliðahreyfingum eða að pröfa að efna til funda í nafni allra, þannig að kæmi kannski ljós að kannski þarna fyrir utan einhver annar eins fjöldi og miklu stærri sem væri til í að taka þátt í pólitískri baráttu en nenni bara ekki þessari deildaskiptingu? Já, en það náttúrulega fer eftir hvort er að ræða að búa til einhverja blokk sem er saman í
rosalega mikið af hlutum eða bara reyna að finna hvar við vinnum saman á hverju málefni. Ég meina, ef markmiðið að reyna að búa til einhverja rauða blokk inn á þingi eða í borg eða hvar sem þá myndi ég kannski ekki endilega henda mér nálgun jafn mikið en upp á bara það að vera að skoða með öllum hvar eru við sammála, hvar getum við reiknað með samstarfi, að þá myndi ég vilja alltaf fara bara heim til hvers veits aðra, heim til hvers flokks. Bjarki, hafið þið eitthvað í svona að sækja? Hafið þið eitthvað í svona samtal við hinna vinstriflokkana eða hafið það bara svo gott með forsætisráðherrann og þurfum við ekkert öðrum að halda? Jú, það þarf nú alveg þó nokkuð marga einstaklingar til að halda úti stjórnmálaflokki eins og allir sem við þetta borð þekkja mæta vel. Ég velti fyrir mér, það talað einhvers konar komast að einhvers konar vettvangi fyrir samtal, það sem að sé kannað hvar þessir, ef við getum lyft okkur að kalla það vinstriflokka eða miðjuflokka, ná saman og þá náttúrulega eru fletirnir, það eru kvenfrelsismálin, það verkalýðsmálin, það eru umhverfismálin og náttúrulega miklu fleiri flokkar og ég held ef við ætlum að byrja þetta samtal alvöru þá væri náttúrulega best að byrja í grasrótinni og þá meina ég helst á sveitarstjórnarstiginu þar sem málefni nærsamfélagsins eru í fyrirrúmi og ég held að það fólk sem að vinna í sveitarstjórnum all land, ekki bara á milli þessara 3 flokka sem að rætt hér og svo náttúrulega eru fólk sem eru í sveitarstjórnum sem eru virk í unga ASÍ og fleiri svona sambærilegum félögum. Það raunverulega það fólki sem kannur okkur best að vinna saman og getur fundið þessi sameiginlegu fleti. Þannig að ef við erum komin það langt að tala með einhverja praktík, hvað myndi nú leggja til að byrja þar Og hvar þá ekki í Reykjavík, heldur í svona sem hafa verið svona erlistaframboð ennþá á lífi? Ég held nú að borgarfulltrúarnir Reykjavík kunnu nú örugglega ágætlega að vinna saman en jú, það náttúrulega alveg rétt að það náttúrulega út land eru mjög víða blandaðir listar sem byggja á bara alls konar grunni og jafnvel tengjast flokkunum ekki neitt eða þó besta falli bara mjög lauslega og svo náttúrulega eru sveitarfélög ennþá sem óhlutbundin kosning og fólk kosið inn bara handritað, það ekki krossað við listabókstaf. En þú nefnir Reykjavík og samstarfið þar, það nú ekki, ef ég má vitna í Chris Björgu sem var að segja að svona sameining gæti einmitt ítt róttæknin í burtu, það nú eiginlega dæmi, meirihlutinn Reykjavík svona, hann eiginlega minna sósíalískur heldur en þingflokkur samfylkingarinnar og þannig að það frekar sameiningum svona að vera ekki með neitt á dagskrá sem að minnir á stéttarstjórnmál eða neitt sem að tengi sósíalisma. Það má nú samt alveg taka fram í þessu að eins og þú hefur nú sjálfur rætt að velferðarkerfið í Reykjavík mun sterkari heldur en í nákvæmlega sveitarfélögum sem með stjórnað af íhaldinu sjálfu. Þannig að ég held að það sé nú kannski ekki alveg sanngjarnt að segja að það sé búið að draga allar tennur úr fólki í borgarstjórn en vissulega ég samt sammála því sem að Chris Björg sagði að svona sameining getur dregið vígtennurnar úr svona baráttu, það alveg hárrétt mat. Já, þeir eru náttúrulega þeir sem gætu verið sósíalistar inni, Bjarki og Chris Björg, VG og sósíalistarnir, það svona samfylkingi fór svolítið langt frá sósíalismanum. Hvað séu Ólafur Kjarran, eru þið sósíalistar í samfylkingunni? Það vantar hljóð. Jafnaðarstefnan grundvallarstefna samfylkingarinnar og það í rauninni stefna sem hægt að kalla sósíalisma og þó að þú ert að vísa til einhverja fortíðar að við höfum fjarlægst það einhverju tímúti talaði sósíalískan þingflokk okkar. Það væri sósíalískari heldur en meirihlutir í borginni, það var svona að reyna að meta það saman. Já, en meirihlutin í borginni hefur náð meiri árangri og ég velti ég mitt fyrir mér að þeir sem tala hér að það fær allt í vaskinn og að sjónarmið svona róttækninnar myndu týnast. Þú veist, árangur sósíalistar til dæmis náðu ekki inn á þing síðast með sín þó 4% en ef við hefðum Ólafur Kjarran, við stækkuðum þó en þið minnkuðu. Við erum í sókn. En það var algjör klúður og við varum ekki bara
þú veist, saman í einhverju breiðfylkingu þar sem þessi prósent myndu nýtast. Þannig að ég nefni þetta bara sem dæmi, sko, það hvernig mikilvæg sjónarmið geta bara fallið milli skips og bryggju ef við passum okkur ekki að, þú veist, af því að kraftur samstöðunar mikil. Þetta veit verkalýðshreyfingin og það voru mörg stéttarfélög og þar eru þetta ólíkir hagsmunir, ólíkir hópar launafólks sem bara lærðu það og hafa blessunarlega haldið saman síðan 1916 í ASÍ, að það var best fyrir þau að vinna saman. Og ég fagna því mjög að heyra bara hvað Gúndega fyrir hönd ASÍ ung tekur vel í þessar hugmyndir. Það gleður mig og sömuleiðis lýst mér mjög vel á þessar hugmyndir sem Huginn nefnir hvernig við getum tekið þetta samtal lengra. Það hefur auðvitað átt sér stað sko óformlegt samtal. Þetta ekki bara algjörlega upp úr þurru að frumkvæði okkar á milli fólks úr hinum ýmsu unglingahreyfingum. Til dæmis var hugmynd frá ungum sósíalistum fyrir síðustu kosningar að halda sameiginlega fundi. Það var ekki af því. Ég man ekki hvort það var veirunni að kenna eða hvernig það var og við höfum átt samtal bara svona einn á einn við fólk úr fleiri flokkum og þannig að ég held að sé klárlega alveg jarðvegur fyrir þessu. Það er spurning hvernig við tökum þetta áfram og þá lýst mér vel á hugmyndarnas Hugins að við væntanlega mun framkvæmdastjórn ungra jafnaðarmanna eiga eitthvað frumkvæði og senda bréf eða erindi til stjórna annarra unglingahreyfinga og kannski hægt í kjölfarið að hittast fyrst stjórninnar og svo til opinna funda eitthvað. En ég allavega bara bind vonir við þetta og ég held að við eigum alltaf að leita bara árangursríkustu leiðana til þess að ná viðunandi niðurstöðum í stjórnmálunum og þær hafa bara ekki verið viðunandi á landsvísu. Ég held að við hljótum öll að geta verið sammála það. Þetta í rauninni allt og langt síðan við höfum haft jafnaðarstjórn. En ef við höldum áfram að leika okkur að þetta er bara ábyrgðarlaust tal hjá okkur. Þá er hvað ólíkir hópar sem að koma saman, hvað eiga það að ræða? Eiga að ræða, eins og Bjarki kannski leggur til að ræða sveitarstjórnarmál, það sem er kannski minnst í pólitískri ágreiningu. Eigum við að ræða kvenfrelsismál, umhverfismál og eitthvað fleira sem við vitum að er kannski sem að sker þennan hóp flokka frá hinum flokkunum. Bjarki nefndi það líka. Eigum við að tala það sem að rætur okkar stéttarstjórnmálin og sósíalismann, það sem hefur verið skilið eftir, það sem að vinstri hreyfingin hefur kannski ekki haft á oddinum undanfarna áratugi, eins og sósíalistar myndu líklega leggja málið upp sem væri svona Bernie Sanders, Corbyn hugmyndum endurfæðingu vinstrisins. Eigum við að tala mál sem að hægrið hefur eignað sér, einstaklingsfrelsi, bara þið kannast við það að hægrið lætur oft eins og það eigi frelsið, hljófið stöðu skringilega séð frá vinstri. Pröfum að kasta þessu fram. Þegar svona hópar koma saman. Á ég byrja? Endilega. Sko, ég tek undir það sem þú segir, Gunnar Smári, með einstaklingsfrelsi, að við þurfum svolítið að ná því tilbaka og sko einstaklingsfrelsi er alltaf bara grunnstef í vinstri stefnunni, bara snýst frelsi og jöfnuð í grunninn og það gæti náttúrulega bara verið þemað sem við ætlum að leita að í kvenfélagsmálunum, í menntamálum, umhverfismálum, verkalýðsmálum og bara öllum þessum mikilvægu málaflokkum og sem sagt, það er spurning hvernig sú vinna, hvað kæmi út úr henni og ég bara hlakka svolítið til að heyra hvað hinir segja það sko. Hvað segir þið krakkar? Hver nákvæmlega var spurning? Og svona, hvort það væri sniðugt að tala eitthvað sem að kannski vinstri hefði ekki mikið talað eins og einstaklingsfrelsi, taka eitthvað svona svæði sem að væri óhreyft, sem að geti komið eitthvað nýtt út úr, í staðinn fyrir að vera að semja það sem að fyrir er. Það er líka, að ég talaði Bjarki nefndi það að hægrið hefur stólið frelsinu, hægrið hefur líka svolítið stólið framtíðinni. Þegar sósíalismi var upp á sitt besta, þá trúði fólk því að pólitíkin geti byggt upp gott samfélag sem væri framtíðarsamfélag okkar allra. En með nýfrjálshyggjunni þá var hugmyndin að það væri ekki verkefni pólitíkurinnar. Heldur myndi framtíðin verða til út af tækninýjungum og alls konar verkum frumkvöðla hér og þar í samfélaginu og það væri alls ekki verkefni stjórnmálana að búa til framtíðina.
Þetta ég kasti þessu bara svona fram. Já, ég tek mjög undir þessar pælingar með einstaklingsfrelsið og frelsið og einstaklingin. Þú veist, ég líður svona smá eins og ég sé ekki örugglega minnst rauður af hópinum, en það samt sem áður þannig að þó svo að ég sé rosalega upptekinn af einstaklingsfrelsinu og jafnrétti þar, þá finnst mér líka mjög mikilvægt, veistu, mér bara oft hugsa til hvernig alltaf gert grín að Pírötum fyrir að vilja ekki merkja sér á neitt flokk og samt þeir allir einhvern veginn vinstri, en svo líka fólk pyrrað út af því að við tölum bara einstaklingsrétt til að gera hitt og þetta og lögleiðing fíkniefna og alls konar svona umræðefni sem eru rosalega mikið bundin á persónufrelsinu. Ég vil definitely sjá frekar umræði á vinstri vængnum frelsið og taka þetta orð úr kjaftinum á þeim. Svo að þegar þeir fara að tala um þetta þá það ekki lengur eitthvað bara hægrið styður frelsi þitt sem einstakling. Já, það ekki rétt sem að Huginn að segja að til dæmis lögleifing fíkniefna væri raunverulega vinstramál á meðan að hægrið svona vill fá áfengi búðir til þess að það fer ekkert lengra það einstaklingsfrelsi er ekkert lengra hjá þeim í svona áfengis og fíkniefnamálum. Hvað segir þið? Má ég spyrja á þessu? Lögleifing fíkniefna? Kannski áður en einhver svarar. Ég sagði lögleiðing, en almennt eru Píratar oftast að tala um afglæpavæðinguna, bara svo að það sé ekki fara að vera að leggja orð í neitt mun þar, en ég sagði þess að fyrst lögleiðing. Þetta lögleifing bara klassíska, það náttúrulega bara Bandaríkin að leyfa hér meira en helmingurinn af fylkjunum komum búin að afglæpavæða eða lögleifa, gras. Já, ég held að það sé bara þó nokkuð mikil samstæða þessa afglæpavæðingu sem Gunnar Smári talaði um. Sko, lögleiðing kannski, ég veit ekki, eitthvað sem getur komið framhaldinu, allavega þá að einhverju leyti, en allavega hefur verið svona það sem hefur verið talað um í meginstraum undanfarið og virðist nú að ná sem betur fyrir ákveðið sáttum þessi afglæpavæðing og í rauninni sú skaðsemi sem að bannstefnan hefur haft í för með sér, og ég mæli bara eindregið með bandarísku þáttunum Dópsic fyrir þá sem eru í einhverjum vafum það að fíkn sé einhvers konar einstaklingsval. Hvað segir þú, Kristbjörg Eva? Umræðu inn í vinstrinu einstaklingsfrelsi og svona hægri mál, væri það svona hressilegt? Já, að sjálfsögðu. Þetta þarf náttúrulega líka að vera í takt við samfélagsumræðina og þetta búið að vera rosalega mikið svona í hápunkti síðastliðna mánuði eða ár jafnvel, og þetta alveg 100% eitthvað sem hægrið búin að bara taka einhvern veginn einkarétt á, og það mikilvægt að við bara segjum bara okkar skoðun á þessu og bara segjum bara þurfum að virkilega hafa hátt núna varðandi þetta, því þetta svo ótrúlega, þetta getur verið svo viðkvæmt málefni fyrir fólk svo endilega bara þau megi ekki einhvern veginn bara taka yfir þessa umræðu. Við vinstri þurfum að vera mjög sterk þar líka. Í hægrinu það reynda þannig að það eru ungliðarnir sem eru með þessa stefnu og hún nú bara svona upp til gamla fólksins, og í hægrinu eða í sjálfstæðisflokknum, þá hefur ungliðarhreyfingin svona ákveðið hlutverkin í flokknum, sem að reka hann áfram svona í áttina að einhverjum hugmyndum nútíma og aukið frelsi og eitthvað sem getur vel verið að sé bara goðsögn sem að stenst enga skoðun. Hafa ungliðarhreyfingarnar í vinstrinu eitthvað slíkt hlutverk? Gætu þær til dæmis bara sett eitthvað mál á dagskrá og svona hálf neitt hina flokkana til að taka upp? Ólafur Gerðan. Já, sko, þetta hlutverk ungliðarhreyfinganna sem þú nefnir eru þetta alveg rétt og á líka alveg við ungliðarhreyfingar á vinstri vegnum. Til dæmis af því að þú ert að ræða afglæpavæðingu fíkniefna eða lögleiðingu. Þetta orðið algjörlega mainstream mál allavega á vinstri vegnum í ungliðarhreyfingunum og eiginlega líka í flokkunum. Þetta á stefnuskrá Samfylkingarinnar og Pírata og ég veit ekki, VG kannski líka sósíalista.
þannig að það auðvitað, já, þannig að alls konar mál sem maður mann eftir það sem ungir jafnaðarmenn og aðrar unglegar hreyfingar hafa kannski gert einhver læti á landsfundi og fengið eitthvað í gegn en svo þegar Samfylkingin laðist gegn olíuleit og svo framvegis. En sko varðandi frelsið, af því að þú ert að velta fyrir þér sko hvort að vinstri flokkarnir geti komið með eitthvað innlegg þar, ég meina frelsi, jafnrétti, samstaða eru grunngildi jafnaðarmanna sko, allt síðan hérna á 18. öld og það vegna þess að við trúum því að jafnaðarstefnan sé lykillinn að frelsi fyrir þorra almennings. Og stóra frelsismálið. Mér finnst hérna lögleiðing fíkniefna kannski alveg veigamikið mál og mikilvægt frelsismál. Hvort það afglæpavæðing eða fyrst eða lögleiðing svo eða hvernig sem það En stóra frelsismálið frelsi undan ótta lífsafkomu. Frelsi frá fátækt og hérna frelsi til þess að fæðast inn í svona sæmileg kjör og geta sótt sér menntun og geta hérna valið sér svolítið einhverja leið í lífinu óháð því inn í hvaða aðstæðum maður fæðist. Þetta þetta hérna stóra viðfangsefni jafnaðarmanna og jafnaðarstefnunar og félagshyggjufólks alltaf og allstaðar. Og þess vegna held ég að hérna þetta væri þetta svolítið mál númer 1, 2 og 3 ef við ætlum að setjast niður og tala saman hvað við getum gert. Þetta bara mission vinstrivængsins í pólitík að hérna berjast gegn fátækt fyrir betri kjörum fólks, launafólks sem þorri almennings. Og svo verð ég að bæta við þá punkti 2, ef punktur 1 hérna frelsið undan óttum lífsafkomu eða frelsi undan fátækt eða kjör venjulegs fólks í þessu landi, þá punktur númer 2 þarf að vera róttækar aðgerðir í loftslagsmálum. Og þetta eru þessi 2 punktar sem voru nefndir í ályktun ungra jafnaðarmanna á þessu landsþingi helgina. Og okkur, þeir eru svona koma svolítið sjálfkrafa okkar megin og ég væri forvitin að vita og það kemur í ljós kannski í samtalinu við hinnar unglegar hreyfingarnar hvort að þetta ekki einhverju svona bara 2 megin mál sem hægt að sameinast til að byrja með og skoða síðan í framhaldinu hvort að við þurfum að láta sko einhver ágreiningsefni í minni málum stöðva okkur frá því að ná árangri. En í fyrra málinu þá náttúrulega ágreiningurinn kannski mestur en hvernig þetta ná þessu því að maður gæti túlkað þetta sem að segja sem kröfur að endurfæða sósíalismann inn í okkar tíma hvernig við getum háð stéttabaráttuna okkar dögum því að þetta bara klassískar sósíalískar kröfur sem út með og það eru róttækir sósíalistar sem að telja að það verði ekki náð nema með harðvítugur í stéttabaráttu, það sé augljós hver andstæðingurinn auðvaldið, en svo eru líka kratar sem að segja nei, auðvald ekki andstæðingur, við verðum að vinna þetta með auðvaldinu. Þannig að þarna ertu kannski komin alveg í hjarta á ágreiningnum á milli krata og róttæka vinstrimanna. Ég veit ekki af hverju segir að kratar vilja vinna með auðvaldinu, flokkarnir sem við horfum til, systurflokkar okkar á Norðurlöndinu sem hafa náð mestum árangri, það eru flokkar sem eru í bara mjög beinum tengslum við alþýðusamböndin þar í þeim löndum. Og við erum í þessu apparati sem heitir til og með SAMAK, sem sameiginlegur umræðu vettvangur jafnaðarmannaflokka og alþýðusambanda á Norðurlöndunum. Og þar hittast bara forystufólkið jafnaðarflokkana og verkalýðshreyfinganna. Forystufólk verkalýðshreyfinganna á sæti í framkvæmdastjórnum þessara flokka. Samstarfið þarna bara mjög mikið. Þetta eru kratar, sósíaldemókratar, sem stefna að í rauninni sósíalisma með lýðræðislegum leiðum, lýðræðisjafnaðarmenn. Og það þetta bara sama stefnum að hér á Íslandi en hefur bara ekki gengið nógu vel og hugmyndin okkar að þétta raðirnar með því að auka samstarfið okkar á milli og hvernig náum við árangri, við þurfum að ná árangri á stjórnmálasviðinu líka. Verkalýðshreyfingin sterk hér, stjórnmálaflokkarnir hafa ekki verið að ná viðunandi árangri. Þess vegna erum við að leggja til að við skoðum breyttar baráttu fyrir. Gunnberg, þetta eiginlega bónorð til ASÍ sem eiginlega svona leiðrétting á sögunni að hér varð meiri klofningur á milli stjórnmálaarmsins í sósíalísku baráttu á milli verkalýðshreyfingarinnar og hinnar pólitísku baráttu. Það var meiri aðgreining hér heldur en að var á Norðurlöndunum og það eru mistök Íslendinga. Það út af klofningi vinstri manna á sínum tíma að þá var ekki friður alþýðusambandið og það slitnaði þarna á milli. Þannig að til að lækna, ef ég túlka það sem Ólafur var að segja, til að lækna vinstrið, að þá þarf eiginlega alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin að gera það. Því að stjórnmálavinstri getur ekki lifað án þess að hafa verkalýðshreyfinguna og þannig að við þurfum að eignast á heilbrigða og öfluga verkalýðshreyfingu og sem að vinnur í samvinnu við heilbrigt og öflugt stjórnmálavinstri.
En þegar þú ert að tala samtal og samstarfið aðra stjórnmálahreyfingar, áttu þá við flokkana sem eru svona miðjan og til vinstri, eða ert að tala að þið þurfi líka eiga gott samstarfið Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn og Framsókn? Sko, þegar ég að tala svona samtal samstarf akkurat núna, þá ég að tala svona minn persónulega skoðun flokkana sem eru til dæmis hér í dag og við höfum verið áður í samstarfi við. En að sjálfsögðu verkalýðshreyfingin verkalýðshreyfingin þarf líka að vera í góð samstarfi við aðra flokkana líka. Það bara bætir í okkar styrk og allt það, en svona akkurat í dag svona samstarf sé ég það sem Ólafur Kjartan var að tala einnig finnst mér alveg gríðarlega skemmtileg hugmynd að taka samtalið einstaklingsfrelsi. Mér finnst það alveg gríðarlega spennandi svona topic til að ræða með stjórnmálaflokkana. Það sem þetta skiptir náttúrulega gríðarlega máli fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni. En stundum þegar ég er með fullorðið fólk við borðið, eins og til þess að var ég með Drífu og Loga, sem að ég sagði að væri í sama starfinu, eins og var þetta sama starfið, að vera formaður Alþýðusambandsins og formaður Alþýðuflokksins, en það náttúrulega, það maður það engin lengur. Þá heyrði maður að þessi hugmynd sem að Ólafur að vísa í, að það sé einhver lækning í því að vinna saman með verkalýðshreyfingunni og stjórnmálaaflinu, að hún lifandi og eftir kosningarnar þá hitti ég þau einu sinni sem oftar við þetta borð og þá var það augljóst á Loga að hann eiginlega svona bað til verkalýðshreyfingarnar svona, ég segi ekki leiðsögn sko. En ég upplýði það sem að við hefur verið að hlusta á þetta. Við vitum náttúrulega oftir að maður hlusta á fólk að tala saman, það er alls konar undirtexti og eitthvað fleira og voðalega flókið að hlusta á fólk það sem svona jarðbyrgjusvæði og alls konar. En það sem að ég upplýði að lausnin væri svo að sko Alþýðusambandið myndi koma fram með stefnu, til dæmis í húsnæðismálum, í ýmsum málum, sem að vinstri flokkarnir í stjórnarandstöðunni getur sameinast að það væri svona fljótlegasta lækningin. Að í staðin fyrir að menn myndu sko Píratar og Samfylkingin væru svona að karpa það saman, að þá kæmi svona einhver stefna sem að öllum væri ljóst að ég meina ef að þetta er stefna Alþýðusambandsins að þá tökum við hana bara upp í staðin fyrir að vera að fara að búa til okkar eigin sem eitthvað pínulítið öðruvísi. Algjörlega. Já, þú ert sammála þessu. Já, ég algjörlega sammála. Þið hafið raunverulegt hlutverk. Já. Algjörlega og ég held að við erum að fara að sjá einhvern veginn læt ég mig vona og við samfærið að við erum að fara að sjá það í framtíðin. Já, þetta sé bara að verða. Já, algjörlega. Svo við vitnum nú í rauðaborðið aftur að þá fyrsti þátturinn sem var þá talaði við Drífu fyrir, ég man ekki hver þetta COVID byrjaði fyrir næstu 2 eða 3 árum sko. Að þá sagði hún að sko verkalýðshreyfingin væri höfuð stjórnarandstaðan á Íslandi. Já, ég tek undir það, algjörlega, að vona það þannig, sko, já. Bjarki, þú getur ekki tekið undir þetta. Þið eruð í ríkisstjórn. Já, við erum í ríkisstjórn. Verkalýðshreyfingin er í stjórnarandstöðu, þá er hún ekki með ykkur. Þú getur sagt að segja sem sagður þetta aftur. Ef að verkalýðshreyfingin er í stjórnarandstöðu, þá getur hún ekki verið með ykkur. Ef verkalýðshreyfingin er í stjórnarandstöðu, þá getur hún vissulega, eða þú tekur þetta allt saman mjög bókstaflega, en ég er svo sem veit ekki betur en að bæði sko formaður VG og forstæðis séu alltaf í samtali samtalið sín á milli og mér finnst það bara í rauninni geta það verið bara virkilega sniðug hugmynd fyrir ASÍ að setja fram eitthvað svona plattform og það náttúrulega bara, en sko stjórnmálamenn verða samt alltaf að komast í ríkisstjórn einhverju tímabili og þá er bara þeim mikilvægt þá að ASÍ setja bara öflugt sinni stjórnarandstöðu allavega meðan það heldur ekki sjálft út í stjórnmálaflokki. Já. En ef að segjum þetta sé svona, að tökum bara húsnæðismál. ASÍ móta svona stefnu og Samfylkingin og Píratarnir kannski út af veikri stöðu sinni í stjórnarandstöðu stökkva á þetta og segja, þetta er bara alltaf góð stefna fyrir okkur.
og þá VG sem að svona á venjulegum degi ætti að taka upp þessa stefnu, því að þetta væri líklega sósíalísk stefna verkalýðshreyfingarinnar. Hvað gerir VG þegar VG situr í ríkisstjórn með Sigurð Inga og Bjarna Ben? Já, sko, það hefur náttúrulega verið lögð áhersla á uppbyggingu í fyrirhugslega húsnæði, það komið fram þessi nýju hlutdeildarlán og alls konar og fleira og vissulega má alltaf gera betur, en sko, ég held að það þarf bara að stefna náttúrulega bara að því að vinstri verði sterkara í ríkisstjórn og vissulega myndu við vilja vera með til dæmis eitt vinstriflokk með okkur í stjórninni til viðbótar til þess að leggja ennþá meira áherslu á þessi mál, nákvæmlega þessi mál. En þetta ekki, við tölum áðan klofningin á milli Alþýðusambandsins og sósíalíska stjórnmálaflokkana, sem enginn á Íslandi miðað við Norðurlöndin. En það annað einkenni sem á Íslandi sem ekki í Norðurlöndunum, sem að vinstri flokkarnir starfa með borgaraflokkarum á Íslandi. Sem þeir bara gera ekki annars þar. Það bara vinstri blokk, hægri blokk, það náttúrulega einhver dæmi seint á 10. áratugnum eða einhvers staðar hér og þar, en svona megin atriðunum það að sem að VG gerði 2017, það bara gera vinstrimenn á Norðurlöndunum ekki. Vinstrimenn í Hollandi hafa gert þetta, þetta eru þeir bara horfnir. En sko varðandi þennan klofning á milli sko verkalýðshreyfingarinnar og flokkkerfisins, sko ég allan okkur svo mikið fullyrða, en ég ekki kemur óvart ef það yrði fullkomið samstæð þannig ASÍ að það fara í mjög flokkspólitíska baráttu aftur ef að svo umræða eru tekin á stærri vettvangi innan þeirra raða, því að allt sem að þau gera vissulega pólitík og verður alltaf hápólitískt, en það spurning hvort að þau vilja tengja sig við flokkana aftur. En varðandi sko samstarf sko vinstri flokka eða sósíalískra flokka og hægri flokkana, þá náttúrulega, ég veit ekki, ég man í hitt einu sinni formann ungra sjálfstæðismanni í Danmörku eða ung venstri var að útskýra fyrir þessa nýju ríkisstjórn á Íslandi og hann alltaf bara skildi þetta ekki, því að þetta verði aldrei hægt, hvorki hægri né vinstri myndu sætta sig við þetta, einfaldlega því að bara í landi sem væri aðeins stærra heldur en Íslands, landi sem væri einhverju, það sem væri meiri mannfjöldi, það sem væri sterkari stofnanir og slíkt, þá væri þetta einfaldlega ekki hægt. En ég held samt sem aður sko, í þessu kerfi þá felst líka, sko, stjórnmálin þurfa líka að vera sveigjanleg. Við getum ekki alltaf bundið okkur við eitthvað eitt og allt og það eigi að vera ófrávíkjanlegt. Og þannig það felst í því náttúrulega vissulega tækifæri líka að geta brotið þetta upp og mér finnst oft sko það umræðan þetta heima oft á þá leið að við eigum að taka upp blokkakerfinu á Norðurlöndum, það sem unnið í hægri og vinstri flokkum, en ef þú talar við fólk sem virkt í stjórnmálum á Norðurlöndum, þá ekkert allir og eitt sáttur um það kerfi og þá hefð sko, og þykir hún vera mjög heftandi. Já, hún að bresta í Svíþjóð, sömulegis í Noregi jafnvel. Hún víða að bresta sko, vegna þess að þessir flokkar sem áður tilheyra rauðu blokkinni, það hafa ekki lengur styrk til þess að ná meirihluta, þá þurfa að teygja sín á miðjuna. Nei, en svo náttúrulega til dæmis voru jafnaðarmenn í Danmörku, þá leið að kúvenda sér í mörgum mikilvægum málum til þess einhvern veginn að klekkja þessu kerfi með því að fara í mjög svona ógeðfellda átt í útlendingamálum eins og hefur verið mikið rætt á Íslandi. Þeir fjalli í freistni sem það sé allt hægt að gera fyrir sigurinn, að það sé því að stærri sem þú ert og þú mátt til að gera hvað sem og danskir jafnaðarmenn freistust til þess að taka upp mjög ógeðfellda stefnu í innflytjendamálum. Ólafur Kjartan, þú vilt ekki ganga svo langt fyrir sigurinn? Nei, en ég vek samt tek eftir því að það engin danskur þjóðarflokkur til lengur og hægri blokkin ræður ekki ríkjum í Danmörku. Á sama tíma, ég meina VG í ríkisstjórn sem rekur mjög mannfjandsamlega útlendingastefnu sko. Þannig að þó að hún láti svo hún ber enga ábyrgð á því og þetta sé bara Áslaug, þetta sé bara Sigríður Andersen eða hvernig það mér finnst það bara ódýrt þegar þau ætla að þvo algjörlega hendur sínir af því og ég, að því við erum að ræða þessi blokkapólitíku svona, ég meina hugmyndin með Samfylkinguna og stofnun hennar í upphafi var að hætta að vera með þetta fyrirkomulag, þar sem litlir vinstriflokkar skiptust á að undirbjóða sig gagnvart Sjálfstæðisflokknum og vinna með Sjálfstæðisflokknum til þess að koma í veg fyrir hinn vinstriflokknum gerði það.
og svo ég skráði mig, ég vann nefnilega að vill svo til að ég vann með VFG í 2 kosningum og vann mjög náið með forystu VFG í kosningum 2016 og 17. En það ekki fyrir 2018 sem ég skráði mig í Samfylkinguna og það var eftir að hafa lesið, ég man ekki hvort það var 2018, hvort ég að fara að villast með það, en það var eiginlega eftir ég hafði klárað að lesa sögu VFG, það hefur sannlega verið 2020 þá, ég held að hún hafa komið út þá. Vegna þess að mér fannst svo augljóst þegar ég las á ágætu bók, sögu VFG, að hvað þetta var klúðuslegt. Eftir kosningar 2003 og 2007 og allt þetta, þá var alltaf keppni Steingrímur Jóð að hringja í Geir Haarde eða hringja í Davíð eða hvað það til að reyna að mynda ríkisstjórn til þess að Samfylkingin gera það ekki, fattuðu mig. Í staðinn fyrir að þessi flokkar bara segðu fyrir kosningar við kjósendur, þegar við erum í rauðri blokk, við erum félagshyggjufólk, við erum jafnaðarmenn og við ætlum að vinna saman og við ætlum ekki að fara síðan keppni eftir kosningar það hver getur stungið hinn í bakið og unnið með stóra hægri flokknum af því að það hefur alltaf verið gert þannig. Mér, þetta var svona hluti ástæðan, mér fannst bara, VFG, það að VFG skildi ekki taka þátt í þessum hreyfingum sem við urðum aldamótin og í staðinn fengum við þetta fyrirkomulag áfram, fannst mér svona bara minna svo rækilega á hvað skiptir miklu máli að bara skipulagið í rauninni á vinstri vængnum og samstæðan og að einmitt þessi búið fram í kosningabandalagi ef það ekki eftir að ná fram samruna. En huginn eru því að þeir eru komnir eiginlega í hár saman, Ólafur og Bjarki í gamlan kýting Ég tek nú ekki alveg til það. Ég að segja það. En til þess að ná svona saman, það væri alltaf mjög gott ef að Píratarnir væru svolítið svona sterkir og gætu svona sest á milli til þess að svona hindra það að samtali færi ekki í svona gamlar skotgrafir. Eru ungi Píratar nógu svona stórir og með breiðan faðm og stórt hjarta til þess að geta haldið þessum mönnum tveimur við borðið, fókusurum á því það sem sameinar og eflir og styrkir? Já, það nú bara veit ég ekki, það fer eftir ýmsu. Ég er með breiðan faðm á hver sem koma að knúsa mig, en ég veit ekki, ungi Píratar, jú, ég meina, við erum oft sammála Samfylkingunni. Þá vil ég samt alveg taka fram að ég hef alveg tekið eftir í núna í þessu spjalli hjá okkur að það er eins og að vera að reyna að setja upp eitthvað svona shotgun wedding hjá Píratum og Samfylkingunni. Mér finnst það svolítið fyndið. En mér finnst það samt alveg rétt, við erum sammála oft, við erum líka stundum ósammála. Ég meina, þess vegna eru þetta mismunandi flokkar. Þar að ekki, ég er bara búin að vera spá svolítið, núna er umræðin svolítið mikið búin að vera snúast að sigra kosningar. Ég tek mitt undir að mér finnst rosalega svona lélega spila þegar að menn snúa gegn uppruna sínum og tilgangi til þess að komast í ríkisstjórn til þess að vinna eitthvað. Lýðræðið er ekki keppni til sigurs, þetta er bara hvernig við viljum stýra okkur og við öll eigum bara að vera fulltrúar okkar fólks, hvort sem okkar fólk sé nógu stórt og mikið til þess að sigra það ekki. Allt annað er óheiðalegt. Þannig við verðum bara að vera okkar eigin fulltrúar og fulltrúar okkar fólks. Þegar við náum að vinna saman sín í kjölfarið þá er það geggjað. En við eigum ekki að horfa á þetta lýðræði sem einhver keppni til að vinna. Til þess að komast í forsætisráðið. Má ég bæta inn? Í ríkisstjórn heldur. Það er óhöll pólitík í rauninni að horfa á þetta svona. Þú að þola þetta, Bjarki, þetta er náttúrulega þetta er stór viðburður í íslenskum stjórnmálum, þessi ákvörðun VFG að fara inn í þessa ríkisstjórn, það er bara. Já, vissulega, ég ætlaði kannski bara bæta við, við getum vel unnið saman, við höfum bara sýnt það margoft í sjálfu sér, VFG, Samfylkingin, Píratar og sósíalistar eru náttúrulega nýrri og eins og sem eigum bara snertiflut við þau í borgarstjórn en á öllum tíma hafa þessi flokkar náð að vinna mjög vel saman og ég myndi til dæmis bara fagna aukinni leiðsögu til dæmis frá Alþýðusambandinu í slíku í okkar samstarfi. Og er það ekki líka ágætt fyrir ykkur í ungum VFG að því að þeir eru svo ung við borðið að þeir eru öll eftir að þeir eru 70 ár, þannig að það að VFG sé í ríkisstjórn núna getur nú valla, að stjórna allri umræðu, er ekki bara gaman fyrir ykkur í VFG að hefja svona samtal við aðra vinstri menn hvernig vinstrið ykkar eigi að vera, hvernig þið vilja hafa vinstri í framtíðinni? Bara að sjálfsögðu, þetta er alltaf bara dýnamík á millir okkar allra og við heyrum hvað Samfylkingin, Píratar og sósíalistar segja og þau heyra líka hvað við segjum.
Þannig að þetta bara allt saman að bara hinu besta og ég vona bara að við getum haldið áfram að vinna saman á öllum þessum vettvangum bara að góðum málum þar sem við eigum bara mjög marga snertifleti, sko, saman hvort við erum í nokkrum flokkum og vinnum saman eða einum flokki og vinnum saman. Kristbjörg Eva, Sósíalistaflokkurinn er sumiliti stofnaður út af frá sósíalista sjónarhorni út af svona afvegaleiðingu vinstrisins að tap síðustu 40 ára var ekki að auðvaldið hafi verið grimmt og vond, það er alltaf, heldur hafi verið það að vinstrið hafi lagt niður vopnin. Ólafur var að tala samstöðuna innan Alþýðusambandsins á tímabili var hún samstaða það að vera með samstöðu með SA og auðvaldinu sem að sósíalistar hafa gagnrýnt og sósíalistar var að standa fyrir endurreisn verkalýðshreyfingarinnar og verið svona gagnrýnin á þetta. Sérð þú einhver merki þess að svona starf sósíalista eða ungra sósíalista hafi haft áhrif á aðra flokka? Sérðu það að svona stéttastjórnmálin sé að verða meira áberandi, að ýmislegt að sjónarhornið á þá sem að standa verst í samfélaginu sé að verða ríkara meðal vinstrimannanna? Sérðu eitthvað svona árangur að þessu starfi? Eða þetta bara rösku krakkar sem að munu öll búa í 107 og vinna í vellaunuðum millistjórnendastörfum á ríkinu og hafa það bara gott og ekki vera svona með knýjandi þörf til þess að berjast fyrir hagsmunum minna verðsettu? Það vantar að taka hljóðið af. Að mér finnst klárlega að við höfum náð að opna bara mjög nauðsynlega umræðu það verðsettu í samfélaginu og með þeirri umræðu sem við opnuðum og leyfðum bara að svona grassirast þá höfum við verið að setja svona pressu á flokkana að taka líka þessu umræðu því þetta er náttúrulega umræða sem þau helst vilja forðast og reyna vísvitandi að bara snúa út úr og eitthvað svoleiðis, þannig þetta var alveg mikilvægt að þetta var að koma frá fólkinu og ég tel að raddir þeirra sem héldu að þau átti ekki rödd hefur loksins náð að komast áfram í samfélaginu og við erum meira að byrja að hlusta á þau og hlusta á hvað þau hafa að segja, hvað þau þurfa og hvað þarf að breytast. Og það er klárlega að þessi umræða mun ekki hætta á næstunni, hún mun bara verða ennþá herri sem ég fagna. Það er náttúrulega ákveðin breytingar í vinstrinu bara í heiminum og ég býst við að ef við hefðum setið hérna saman, kannski segjum 98, þá hefði bara verið fulltrúi rösku inn en ekki ASÍ, það hefði verið bara stemmingin sem það var þá, það hefði ekki verið svona fulltrúar láglaunafólksins með. En má ég bæta varðandi akkurat þetta, ég ætlaði bara örstutt að fá að segja að ég hef dáðst að því hvernig sósíalistaflokkurinn hefur náð að virkja fjölbreyttar raddir og ég held að það ef við erum í einhverju umræðum sameiningu vinstrisins þá eigum við að mörguleita að fylgja fordæmi sósíalistaflokksins í því hvernig þið hafi náð, af því að við erum á þessari stöð, hvernig þið hafi náð að ná upp mjög frjórri umræðu og virkja fleiri en hefðbundnu flokkum hefur tekist að virkja, það verður bara að segja sem svo er. Ég þakka fyrir það og býð bara samstöðuna ef þið vilja hafa svona einhvern umröðu vettvang þá með ég bara búa til hætti og ég held að samstöðun sé með eitthvað svona pælingar í því að fá ykkur til samstarfs með því að það er svona ákveðin mál sem við nefndum á lögleyfingu, fíkniefna og eitthvað svoleiðis sem að henta illa í svona umræðu eins og við erum með hér og væri langbest að setja upp í svona kappræðu form og það getur vel verið að við leitum til ykkar svona aðstoð við að halda utan slíkt. En svo líka annað mál að til dæmis það var sósíalistar, ég hafði engin launung á því að staði fyrir svona endur reisn leigjendasamtakana sem eru gríðarlegt hagsmunamál fyrir ungt fólk og ég bara auglýsi eftir inn í unglegar hreyfingar allra þessara flokka að ef að þeir vilja koma og hjálpa okkur við að búa til öflug leigjendasamtök hérna á Íslandi sem gríðarlegt hagsmunamál fyrir ungt fólk að þá bara standa allar dyr opnar. Þetta er engar hugmyndir hvorki að samstöðin leigendasamtöki sé eitthvað svona sósíalist flokka fyrirbrigði, þetta sé sósíalist fyrirbrigði. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna, kannski höldum við áfram samtali þessi mál því að auðvitað ætti að finnast svona umræðu vettvangur svona mótur samfélagsins og annað slíkt pínlítið til hliðar við hagsmuni flokkana í sveitarstjórn og hjá ríkisvaldinu og ég held ekki. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna Huginn Þór Jóhannsson, Bjarki Þór Grönfeldt,
Gundega, Jón Línína, Ólafur Kjaran Árnason og Kristbjörg Eva Andersen Ramos og það sögnur af því að Röskva veiktist og gat ég komið þarna sem mikill sjónarsviftur af því. Hérna á eftir verða ungi sósíalistar með þátt sem heitir Rauður raunveruleiki, svo hérna morgun verður hérna þáttur hinn Reykjavík klukkan 5 og svo verður Rauðaborðin aftur klukkan 8. Þá verðum við með svona umræðu sem við getum kallað einkavæðingu umræðunar sem annars vegar hvernig svona umræðu vettvangur svona blaðamennskunar hefur breyst það sem kannski það sem að upplýsingafulltrúar og áróðusmaskínur sterkra hagsmunaaðila dæla inn á vettvangin kannski miklu stærra heldur en það sem við blaðamenn erum að leggja þar til. Og svo kannski sambarett sem að gerast inn í háskólasamfélaginu, það sem að vera sífellt að sveigja það til þess að þjóna atvinnulífinu sem náttúrulega að þjóna auðvaldinu og kannski vægi fræðasamfélagsins sem svona almenns umræðu vettvangs að veikja. Sérstaklega kannski líka vegna þess að auðvaldið er búið til alls konar hugvitur á móti sem að dæla inn alls konar upplýsingum inn á vettvangin eins og það séu óháðar rannsóknarniðurstöður en sem bara alls ekki, heldur bara áróður sem borgað fyrir allra ríkasta fólki í heimi. Til þess að ræða þetta þá kemur hingað Kristinn Már Ársælsson sem prófessor í Kína og Bjarni Kristófer Kristjánsson sem prófessor á Hólum og svo Þórður Snær Júlíusson sem ritstjóri Kjarnans og Helgi Seljan sem rannsóknarritstjóri Stundarinnar. Sjáumst á morgun og takk fyrir í dag.